Þegar við heyrum orð, setningar, heilinn býr til orðið og setur fram mynd af orðinu og við tengjum síðan þá mynd við eigin upplifanir af hlutnum sem myndin er af. Það var þarna sem að sögurnar komu inn. Hvernig sögur hafa svona mikil áhrif á okkur, svona gríðarleg áhrif, eins og góðar draugasögur, hvernig við finnum hræðsluna svolítið magnast upp hjá okkur, hvernig maður finnur fyrir því að það sé eins og einhver standi fyrir aftan mann, starandi, stór, sokkin augu og það finnur hvernig hrollurinn læðist bakið og hárin rísa á hnakkanum. Ég er ekki viss hvað er raunverulegt lengur.